Undir lok 19. aldar höfðu vísindamenn náð tökum á rafmagninu. Heimsýningin í París 1881 markaði þáttaskil en þar voru kynntar nýjustu uppgötvanir í rafmagnsfræðum og má segja að þá hafi öld rafmagnsins gengið í garð. Íslendingar fylgdust vel með þróun mála og kennslutæki rafmagn voru fljótlega keypt til lærðaskólans og talið að 1888 eða 1889 hafi í fyrsta skipti verið kveikt á peru á Íslandi. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar, en í dag beislum við vatnsorku landsins til að sjá okkur fyrir rafmagni sem algjör forsenda nútíma lifnaðarhátta. Hægt að ímynda sér lífið án rafmagns? Nei, ég get ekki ímyndað mér lífið án rafmagns. Það bara í vaxandi mæli og ég hef bara séð það á bara undanförnum áratugum hvað það hefur aukist mikið nauðsyn rafmagns. Án þess getum við held ég ekki verið. Maður sér ekki neitt sem tekur við, en kannski verður það einhvern og eflaust. Ég sem sagt bara þriðja kynslóð sem að upplifi rafmagn á Íslandi. Og ég verð bara viðurkenna það að ég get ekki með nokkru móti ímynda mér lífið án rafmagns. Þó að maður í æsku hefði búið við það að vera án rafmagns til 10 ára aldurs, þá veit maður hvernig það en í núverandi umhverfi mjög erfitt að gera sig grein fyrir því hvernig dagurinn myndi líta út. Framtíðin okkar í rafmagni og við erum bara allt of mikið háð því held ég. Já. Ég get alveg ímyndað mér það. Ég var þarna eins og nokkur sumur í sveit þar sem ekkert var rafmagn og svo í skúrunum og það var aldrei neitt vesinn með rafmagnsleysi. En ég myndi ekki vilja skipta. Nú hefur maður það svo gott. Það gengur allt fyrir rafmagni og mikið þægindi en það kannski hafa flestir gott af því að vera rafmagnslausir einhvern tíma. Síðan var það 1956 sem var farið að leggja rafmagnið í mitt sveitafélag og mitt heimili, Lómatjörn, og þeir urðu nú fljótt miklir heimilisvinir. Við höfðum mikinn áhuga á því að safna afklippunum af vírunum. Okkur fannst vírarnir svo flottir, þeir voru með alls konar litum. Það nú kannski ekki gáfulegt í dag og börnin myndi ekki leika sér að því í dag og ég átti langstærsta safnið. Rarik ohf. Fagnar 75 ára starfsafmæli sínu á árinu 2022. Fyrirtækið var stofnað með lögum frá Alþingi 2. apríl árið 1946 og hóf starfsemi sína þann 1. janúar 1947 undir heitinu Rafmagnsveitur ríkisins. Árið 1953 lagði raforkumálastjóri fram 10 ára áætlun stórfellda rafvæðingu sveitanna, virkjanir og veitur. Verkefni var risavaxið. Mæla þurfti fyrir línum land allt og kaupa staura, víra, spenna og annað efni á tíma gjaldeyrishafta. Samið var við Finna og farin var sú leið að senda saltfisk til Suður-Ameríku. Finnar fengu kaffi þaðan og Íslendingar fengu svo háspennuvíra frá Finnum. Hins vegar voru stærstu viðskiptin í þessu átaki við Tékka, en við þá var gerður vöruskiptasamningur 1956 efni í 5 virkjanir auk búnaðar í aðveitustöðvar á Vestfjörðum og á stórum hluta Austurlands. Megin hlutverk Rarik hefur frá upphafi verið að afla og dreifa raforku með hagkvæmum hætti til almennings, fyrirtækja og stofnana. Árið 1972 var Rarik falið að annast byggingu svokallaðrar byggðalínu til að tengja orkuveitusvæði Landsvirkjunar á Suðurlandi við orkuveitusvæði Laxárvirkjunar á Norðurlandi. Síðan fylgdi tenging við Kröfluvirkjun og þaðan austur á Hérað og til Hornafjarðar, auk þess sem lögð var lína úr Hrútafirði að Mjólkárvirkjun. Hringtengingu byggðarlínu landið lauk síðan með lagningu suðurlínu frá Sigöldu að Höfn 1984. Fyrir tíma byggðarlínu sem 1100 kilometrar voru framleiddar tæplega 70 gigawattstundir af raforku með olíu. En eftir að hún kom til sögunar minnkaði raforkuframleiðsla með olíu í 3 gigawattstundir á ári. Landsvirkjun tók við byggðalínunni í byrjun árs 1983
en Rarik lauk framkvæmdinni með samningi við Landsvirkjun 1984. Rekstur og eignarhald byggðalínu færðist síðan formlega frá Landsvirkjun til Landsnets 2005. Á sama tíma byggði Rarik fjölda 66 kW stofnlínur sem tengdust byggðalínunni, þar á meðal línur til Vopnafjarðar og Ólafsfjarðar. Þar með náðist að samtengja allt raforkukerfi landsins. Rarik sem sagt fyrirtæki sem í 100% eigu ríkisins, varð upphaflega til í rauninni þannig að það voru sameinaðar veitur vítt og breitt landið, þar sem var verið að reka dísilstöðvar hér og þar, og Rarik voru svona rafmagnsveitur ríkisins. Núna Rarik opinbert hlutafélag í 100% eigu ríkisins. Megin starfsemi móðurfélagsins dreifing raforku og svo erum við auk þess að reka 5 hitaveitur og eigum dótturfélag sem Orkusalan sem í raforkusölu og raforkuframleiðslu. Síðan á Rarik hlut ennþá allavega, hlut í Landsneti. Svona í framhaldi að Landsnet var stofnað og við lögðum hluta af okkar kerfi inn í það gegn því að eignast þar núna 22% hlut. Á þeim 75 árum sem fyrirtækið hefur starfað hafa orðið stórstígar framfarir á öllum sviðum starfseminnar, ekki síst hvað varðar aðstæður, tækjakost og búnað vinnuflokkarna. Ég byrjaði hjá Rarik 23. maí 66. Helsta breytingin, það eru öll þessi tæki. Nú erum við með stóra traktora sem fljóta vel og tæki og tól sem þetta hleypa úr, sem að keyra á snjónum. Nóg til að bæði vörubílum og gröfum sem eru miklu duglegri heldur en áður og stærri. Svo þetta bara mjög einfalt miðað við áður. Það hefur breyst sérstaklega mikið núna eftir 2012 veðrið þegar fór brotnaði mest í Mývatnssveitinni. Þá fórum við að beita þeir aðferð að leggja ofanjarðar háspennustrengi til þess að bjarga okkur, sem síðan voru bara grafnir niður. Og það stóra breytan í þessu í dag. Undanfarin 30 ár hefur Rarik unnið markvisst að því að færa dreifikerfið úr loftlínum í jarðstrengi. Við erum dreifð landið, við erum með það bil 20 starfsstöðvar dreift landið og erum að reka langstærsta dreifikerfið og erum í rauninni með dreifikerfið á landinu fyrir utan Stór-Reykjavíkursvæðið, Reykjanesið, Vestfirði, Akureyri og Árborg. Þetta Rarik í dag. Mikið tjón varð á dreifikerfi Rarik í 2 óveðrum í byrjun árs 1991 þegar samtals 650 staurar brotnuðu og svo aftur 1995 þegar 330 staurar brotnuðu auk verulegs tjóns af öðrum toga. Eins og við sjáum hér, þá ekki hátt risið á þessu háspennumastri sem stóð hér norðan í svonefndum Hámundastaðahálsi skammt fyrir sunnan Dalvík. Og hér fyrir norðan mig eru margir staurar sem hafa orðið að láta undan veðurhamnum. Þeir hafa brotnað rétt eins og eldspýtur. Og starfsmenn Rarik hafa haft í nógu að snúast undangengna sólarhringa. Það náttúrulega alveg gríðarlega erfitt að komast hérna í Mývatnssveit út af hrauni og sprungum sem eru búið að hyljast með snjó. Þannig að það ekki sérstakt að fara hérna. Aftakaveður gekk yfir landið í dag og margir slösuðust vegna þessa. Verst var veðrið á Suðurlandi frá Eyjafjöllum að Vatnajökli. Þar var víða rafmagnslaust í dag en nú víðast hvar komið í lag. Svona veðrið hér í Fljótunum og hefur verið á undanförnu. Norðaustan 7-8 vindstig og hríð svo að valla sér út úr augum. Og það í þessu veðri sem línumenn berjast hetjulegri baráttu við að koma raflínum í lag. Óveðrið 91 hófst 2. janúar og stóð samfellt í það bil 6 daga og það langstæðsta áfall sem Rarik vorði fyrir. Við fengum í yfir 500 staura brot og annað tjón eftir því. Já, þegar maður búinn að starfa lengi í fyrirtækinu þá margt eftirminnilegt. Má kannski segja að það sem standi upp úr eru svona þessi stóru og miklu tjón sem við höfum orðið fyrir núna síðast í desember 2019. Þetta var náttúrulega ótrúlega spennandi verkefni en á sama tíma náttúrulega mjög krefjandi
þekkingar mikið starfsfólk í kringum mig. Það ótrúlega mikil þekking hjá Rarik á svona atburðum og þá bæði starfsmenn í Reykjavík og starfsmenn út á svæðunum. Þetta álag, þessi streita, kemur náttúrulega mikið meira, það er mikið meiri svona áreiti utanfrá í dag, heldur var. Bændur í gamla daga, þeir urðu ekkert hissa á því að vera rafmagnslaus í sólarhring eða 2. Til dæmis bara 91 verinu þá hringdi einn eftir 15 daga, þá var úti lekaliðin hjá honum, hann var búinn að vera úti í 10 daga af þessum 15. Hann þurfti ekki þannig að slá honum inn, þá kom rafmagn hjá honum. Hann bara fattaði það ekki, en hann var ekki stressaður yfir þessu. Í dag þá er dálítið mikið áreiti og það er það sem er kannski að takast á við allur mannskapurinn, en ekki bara stjórnendur, líka þeir sem eru út á mörkinni. Það bara, þetta veldur streitu, en þetta er eitthvað sem við þurfum að læra að takast á við. Það var dálítið erfitt og í rauninni kannski það sem að triggeraði það að við fórum yfir í endurnýjun kerfisins yfir í jarðstrengi. Það hafði reyndar hafist aðeins fyrr upp úr 91 en það var tekin formlega ákvörðun í kjölfarið af þessu tjóni þarna 95 að frá með þeim tíma yrði allt kerfið endurnýjað með jarðstrengjum. Jarðstrengir auka rekstraröryggi kerfisins, fækka truflunum og draga úr tjóni vegna óveðurs. Áætlanir strengvæðingu gera ráð fyrir að nánast allt dreifikerfi Rarik verði komið í jarðstrengi árið 2035. Við lagningu jarðstrengjana nýtur Rarik góðs af hugviti starfsmanna við þróun tækjabúnaðar svo hann henti sem best til verksins. Já, síðustu árin hefur kannski það skipt mestu máli fyrir rekstur fyrirtækisins að fara með kerfið ofan í jörð. Það er alveg klárlega það sem hefur dregið úr truflunum, eykur afhendingaröryggi og hefur haft mikið að segja. Sömuleiðis að kerfið okkar, afhendingarstöðvarnar okkar hafa verið settar inn í hús. Það er alveg ljóst að við erum að sjá árangur af því. Verð að segja það að það er mjög góð tilfinning núna, vitandi það að 90% af kerfinu okkar á Norðurlandi sem bilaði í desemberóverinu, að það er nú komið í jörð. Þetta kom til, við vorum að vinna mikið saman, ég og Sigfús, hann er nú hjá okkur ennþá, og svo Sigurjón, Grjóni sem hann kallaður, hann er nú fallið frá því nú vera meður. Og við vorum að vandraðast með að plæja niður hvað gekk þetta brúsulega. Þannig að við settumst niður einhvern veginn í hátíðinu og ég man að Grjóni, hann teiknaði þetta á servéttu. Hvernig plógurinn átti að líta út. Og ég veit að Dóri verktaki hann á þessa servéttu jafnvel ennþá. Hann fór svo að smíða náttúrulega plóg út frá þessu. Og hann er enn að nota hann. Strengvæðing hefur verið snar þáttur í starfsemi Rarik. Svona allt frá árinu 1990. Á 9. áratugnum urðu verulegar breytingar í möguleika á því að leggja rafstrengi. 74 þá féllu mikil snjóflóð milli Lómatjarnar og Hléskógar og tóku í sundur bæði símalínur og raflínur og þá var hálfsmánaða rafmagnsleysi í sveitafélaginu og þá var til dæmis víða olíukynding líka og þar sem var olíukynding, fólk flyktist á þá bæi og fekk að sofa þar. En það er fleira sem hefur skipt máli og það skipti máli fyrir Rarik að raforkulögum var breytt 2003 og stjórn fyrirtækisins tók það ákvörðun að vera með aðskilda sérstakar verðskrá fyrir dreifbýli og sérstakar fyrir þéttbýli og gerði það verkum að það voru ekki bara viðskiptavinir Rarik í þéttbýli sem að tóku þátt í kostnaði við hið umfangsmikla dreifikerfi í dreifbýlinu sem er gríðarlega umfangsmikið og ég hef stundur sagt að þetta er 9.000 km kerfi og ef það var í einni línu þá næði það hérna til Japan og ríflega þó. En fram til þess tíma þá tóku viðskiptavinir okkar í þéttbýlinu í rauninni þátt í að greiða kostnað við þetta kerfi, bæði rekstur og endurnýjun. En eftir að þetta var uppskipt þá er það með beinum hreinni hætti í rauninni stjórnvöld sem koma að verðjöfnun og í staðinn fyrir að það væri bara íbúar í Hveragerði en ekki á Selfossi
íbúar á Dalvík en ekki á Akureyri, íbúar í Borgarnesi en ekki á Akranes og Reykjavík sem tóku þátt í þessu, þá er þetta jafna núna yfir og kemur í rauninni koma allir orkunotendur að því að taka þátt í þessari jöfnun. Ég held að þetta hafi skipt máli fyrir okkar viðskiptavinni og fyrir rekstur fyrirtækisins. Þetta eru allt mjög mikilvægar aðgerðir sem við erum rauninni búin að vera að vinna að síðustu 30 árin og að skila sér núna í miklu öruggara rekstrar umhverfi. Árið 2019 tilkynnti RARIK strengvæðingu dreifikerfisins inn á verkefnalista heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna fyrir tímabilið 2016 til 2030. Heimsmarkmiðin eru heildstæð nálgun, þar sem til grundvallar eru 3 stoðir sjálfbærar þróunar: efnahagur, samfélag og náttúra. Árið 2020 bætti fyrirtækið snjallmælaverkefni sínu inn á verkefnalistan, en það felur í sér endurnýjun bæði raforku og hitaorkumæla í dreifikerfi RARIK allt land. Með snjallmælum munu reikningar byggjast á raunupplýsingum notkun í stað áætlunar og uppgjörs að loknum álestri. Auk þess geta viðskiptavinir fylgst náið með sinni orkunotkun sem verður sífellt mikilvægara samhliða þeim orkuskiptum sem framundan eru með stóraukinni rafmagnsnotkun almennings og fyrirtækja. Lykilþáttur í orkuskiptunum er að flutnings- og dreifikerfi raforku í landinu séu öflug og áreiðanleg. Ég er nú svo bjartsýnn ég held að það taki ekkert mjög langan tíma að skipta úr olíu yfir í rafmagn. Allur fólksbílaflotinn held ég að færist bara þangað. Bílaframleiðendur eru hver á fætur öðrum að koma með flotta bíla. Fólk mun bara vilja slíka bíla. Þannig að ég held að þetta muni gerast tiltölulega hratt í fólksbílaflotanum. Ég held að það verði ekkert mörg ár þangað til að þetta engum í hug að kaupa bensín eða dísilbíl. Önnur orkuskipti munu svo koma þar í kjölfarið. Hversu hratt þau ganga fyrir sig held ég að muni ráðast eins fyrst og fremst af tækninni. Ég held að RARIK sé ágætlega í stakk búið til að takast á við þessa áskorun. Ég veit að skipafloti landsmanna og ekki bara landsmanna heldur allur skipafloti heimsins verður innan tíðar knúinn með rafmagni. Það hefur auðvitað heilmikið gerst í þessum málum. Þessi skip sem verið að smíða í dag, að þau eyða mikið minni olíu heldur en þau sem voru smíðuð fyrir 20-30 árum síðan. Þannig að þetta á eftir að breytast held ég og líka varðandi flugvélarnar. Bræðslurnar, fiskvinnslunar, fiskimjölsverksmiðjurnar heldur, þær hafa fært sig yfir á rafmagn og á árunum 2012 og 2013 þá fóru þær í stórum stíl á Austurlandi yfir á rafmagn og í okkar kerfi og þar mátum við það svo þá að það væri jafngildi 25.000 fólksbíla, olíunotkun 25.000 fólksbíla sem væri verið að minnka þegar þær fóru yfir á rafmagn. Og ég hef trú á því að við eigum eftir að fara að framleiða meira sjálf. Það enda með því að heimilin fara að framleiða meira sín eigin notkun gegnum sólarsellur og vindorku og alls konar svona hluti. Það þarf þá að vinna við að styrkja þessa veiku punkta en mjög víða þarf lítið að gera til að við getum tekist á við þessa spennandi framtíð. Stefna RARIK að vera traust og samfélagslega ábyrgt fyrirtæki með umhverfisvernd og loftslagsmál að leiðarljósi við stefnumótun og framtíðarþróun. Fyrirtæki leggur áherslu á að orkuauðlindir landsins skuli nýttar í þágu þjóðar í sátt við umhverfið og lífríki þess. En hvernig sér starfsfólk RARIK fyrirtæki þróast í framtíðinni næstu 50 árin eða svo? Já, RARIK hefur núna verið leiðandi í raforkumálum á landinu í hartnær 75 ár. Fyrst bæði í orkuvinnslu og flutningi og dreifingu. Nú á síðari árin fyrst og fremst í orkudreifingu og síðan hefur bæst við rekstur jarðvarmaveitna. Og ég held að við munum halda áfram á því sviði. Ég hef búin að vera í RARIK síðustu 15 ár og
þeir hafa nú breyst þó nokkuð. Ég held þeir eftir að standa sig vel. Ég held þeir fari að huga meira af svona smærri virkjunum, vera meira og minna sjálfbærir og ég held þeir myndi örugglega standa sig mjög vel eins og þeir hafa gert hingað til. Ég sé náttúrulega að Rarik fyrir mér áfram starfandi eftir 50 ár. Rarik hluti af grunninnviðum og ég sé innviði raforku vaxa frekar en að minnka á næstu áratugum og eftir 50 ár held ég að það verði ennþá jafn mikilvægt eða mikilvægra en það í dag. Ég held að það verði ekkert annað sem hefur tekið við af rafmagninu á þeim tíma. Ég held hins vegar að það verði einhverjar breytingar og ég á sjálfur frekar vona á því að það verði búið að sameina einhverjar veitur. Ég á ekki vona á því að það verði 5 dreifiveitur á landinu. Þó að ákveðin samanburðarsamkeppni sé ágætt, að þá einkaleyfis starfsemi, það væri hægt að ná ákveðinni hagræðingu í því að fækka þar veitum. Ég gerir mig vonir að Rarik haldi áfram á þessari leið sem við höfum verið í dag og við erum svona, það er ekki kannski margir sem vita hvað Rarik en Rarik náttúrulega mínu viti fyrirtæki sem á fullri ferð í þróun og mjög lifandi fyrirtæki og við erum með mikið af nýjungum í gangi, það þróunarstarf alveg út allt. Já, ég held að fyrirtæki Rarik eftir að bara blómstra eins og það í dag og ég óskaði hins besta. Rarik eftir 50 ár, það var það bara stelpur í vinnuflokknum. Hvað stjórnendum Rarik efst í huga á þessum tímamótum? Helst og skemmtilegast eftir þennan tíma í raun og veru samskipti. Bæði samskipti ekki síst við viðskiptavini og hafa átt þess kost að taka þátt í því að má segja verða við þeirra óskum, samskipti við samstarfsmenn innan fyrirtækis. Ég stoltastur af starfsmönnum fyrirtækisins. Þeir hafa staðið alveg ótrúlega með fyrirtækinu í gegnum það sem ábjátar, þegar ábjátar og ekki bara þegar ábjátar, bara alltaf. En það alveg ótrúlegt að horfa upp á það þegar að við verðum fyrir miklum tjónum. Hvað samstæðan mikil, hvað starfsmenn eru öflugir, vinna saman. En það líka þegar við verðum fyrir annars konar áfalli, þegar við lentum í hruninu, og þá tóku starfsmenn sér saman og gerðu það sem þurfti að gera. Og það má segja að núna í COVID, það hefur þurft að taka leiðinlegar ákvarðanir og það hefur verið alveg ótrúlegt að fylgjast með því. Ég stoltastur af því. Það líka svona í minningunni af því að ég man að ég kyssti konuna á kinnina og kvaddi hana í kvöldið. Þegar við vorum fyrst að fara á stað og sagði kom eftir smástund tilbaka. Ég kom eftir 15 daga. Það enn og aftur, þetta skiptir öllu máli með hverjum ert að vinna, hvaða mannskapur í kringu þig og það fólki sem gerir þetta. En ég sagði áðan að ég byrjaði 66 ára Rarik og þegar við fórum út á land þá með sæng og föt og þá vorum við láttir að hafa svona póka og allt sett í og ég fekk þennan póka þá og merktur Rarik var brýnt fyrir okkur og svo ættum að skila honum þegar við hættum. En nú ég hættur og þá þarf ég að fara að hitta forstjórinn og láta hann hafa pókan. Þetta blessaður. Þetta blessaður. Velkomin, ægilega. Takk. Hvað segirðu? Ég sé bara allt fínt. Það ekki? Jú. Góður. Það skila smá hlut sem ég fekk þegar ég var að byrja. Það var byrjað á Rarik 23. maí 66. Já. Og nú var ég hættur. Búin að geyma það í 54 ár? Já, 54 ár. Gjörðu svo vel. Ég tek náttúrulega bara við þessu. Á miðju afmælisári tók Magnús Þór Ásmundsson við starfi forstjóra Rarik af Tryggva Þór Haraldsinni. Hver telur hann að verði brýnustu verkefni Rarik á næstu árum?
Rarik tæknifyrirtæki en þróun mannauðs gríðarlega mikilvægt og við leggjum áfram áherslu á tækni en við þurfum líka að leggja áherslu á mannlega þáttinn. Við viljum laða til okkar höft fólk, við viljum halda hæfu fólki og þar af leiðandi þá þurfum við að vera áhugaverður vinnustaður og þá erum við að leggja bæði áherslu á faglega þáttinn og á mannlega þáttinn í okkar starfsemi. Þróun mannauðs gríðarlega mikilvæg.